Jæja, allir tilbúnir. Þá það fundur í sveitarfélaginu Vogum, númer 180, ég segi hann settan. Fyrir fundunum bara eitt mál sem ársreikningur sveitarfélagsins árið 2020. Áður en ég gef orðið laust, þá ætla ég að bjóða Lilju Dögg Karlsdóttir og endurskoðendafyrirtækin KPMG til hérna upp og útskýra eða fara yfir ársreikningin. Lilja, gjörðu svo vel bara. Já, takk fyrir. Getur bara fulltrúar. Við hafi fengið gögnin send og vonandi náðu að kíkja eitthvað á þau. Við svo sem byrjum bara að fara yfir endurskoðunarskýrsluna og kíkjum svo yfir ársreikninginn. Og það einfaldast ef þið bara spyrjið jafnóðum. Það skilvirkasta yfirferðin og þá já, það bara svoleiðis. Endurskoðunarskýrslan bara lögð fram sem drög við fyrri umræðu og svo gefin út samhliða áritun ársreiknings við seinni umræðu. Inngangurinn, þetta bara hefðbundið og svo efnisyfirlit. Hérna förum við yfir og segjum frá gæðum í endurskoðun okkar, þessum aðferðum sem við erum að beita og öðrum. Og það hægt að sækja gagnsæiskýrslun okkar inn á heimasíðun okkar, fyrir þá sem vilja, grúska í henni. Hérna helstu niðurstöður endurskoðunar. Fyrst segjum við þarna áherslur í endurskoðun. Okkar áherslur eru aðallega á innra eftirlit og mögulega sniðgöngu stjórnenda á því eftirliti. Þetta áhættu grunduð endurskoðun, eins og fræðin segja. Stjórnsýsluskoðun hluti af okkar endurskoðun og svo förum við yfir áhrif heimsfaraldurs COVID og atburði eftir lok reikningsskiladags. Og svo önnur atriði. Óleiðréttir mismunir. Þeim ber að safna saman og sérgreina, en það kom ekki upp neinn óleiðréttur mismunur núna í endurskoðun 2020. Umfang endurskoðunarinnar að hún næri yfir samantekin á reikningsskil á B-hluta, en undir hans falla sveitasjóður og stofnanir hans og fyrirtæki. Veikleikar í innra eftirliti. Við skoðun okkar innra eftirliti kom fram einn verulegu veikleiki og innra eftirliti og við fjöllum nánar hann á blaðsíðu 6. Og samhliða þessu komum við á framfæri ábendingum aðra veikleika í innra eftirliti sem ekki teljast verulegir, en eru tækifæri til úrbóta og þeir voru tilgreindir í sérstakri skýrslu til bæjarstjóra og eru ætlaðir sem vinnuplagg og eins og segjum þarna, tækifæri til úrbóta. Veikleikar í stjórnsýslu. Ekki komið fram verulegar athugasemdir við stjórnsýsluskoðunina og við förum nánar yfir það á blaðsíðu 7. Og það var það sérstök skýrsla sem var gefin út um stjórnsýsluskoðunina. Hérna í næsta dáknum, hægra megin, þá erum við að telja upp mál sem að verða frágengin samhliða seinni umræðu ársreikning. Og það staðfestingarbréf stjórnenda sem formleg staðfesting frá sem að bæjarstjóri undirritar. Afgreiðsla áritun bæjarstjórnar sem hefðbundin samkvæmt lögum, undirritið áritun endurskoðanda sem þá samhliða því og svo lokaútgáfa endurskoðunarskýrsluna. Mikilvægi. Endurskoðunin áhættugrunduð og við erum ekki að skoða allt og getum það svo sem ekki, þannig að við setjum okkur mikilvægismörk. Þá reiknum við út hvaða fjárhæð við myndum telja að hefði áhrif á lesendur og notendur reikningsskilana. Og þar setjum við okkur 39 milljónir. Allt sem skekkja umfram það myndi hafa áhrif á þann sem að fer yfir reikningsskilin. Aðaláherslan hjá okkur, eins og ég sagði áðan, innra eftirlit og fjárhagskerfi. Innra eftirlit og virkni þess veigamikill þáttur í að tryggja áreiðanleika fjárhagsupplýsinga, örugga meðferð og vörslu fjármuna og ekki hljótist tjón af villum, mistökum eða misnotkun. Okkar niðurstöður eru þessar. Í sérstakri skýrslu okkar til bæjarstjóra, þar sem settar eru fram ábendingar varðandi innra eftirlit og önnur atriði, höfum við sett fram eftirfarandi verulegan veikleika á innra eftirliti. Við skoðum kom í ljós að prókúra starfsmann sem hafði látið á störfum hafði ekki verið afturkölluð. Og þegar farið verið að skoða það nánar þá voru þetta bara handvömm í bankonum. Það gleymdist að taka úr eitt hak þegar
Allar aðrar heimildir höfðu verið afturkallaðar, aðgangur að heimabanka og annað slíkt og millifærsluheimildir, en þessi formlega prókúra varð eftir. En það er búið að bæta úr því núna. Og við munum fylgja ábendingum okkar eftir við endurskoðunarvinnu vegna 2021. Annar áherslupunktur er möguleg sniðganga stjórnendaeftirliti. Stjórnendur eru í þeirri aðstöðu að geta átti fjárhagsfærslur og sett fram röng reikningsskil með því að sniðganga eftirlitsaðgerðir sem annars virðast vera skilvirkar og þannig haft áhrif á reikningsskilin. Endurskoðendum er skylt að framkvæma aðgerðir sem miða sérstaklega að því að kanna hvort stjórnendur hafi sniðgengið eftirlitið. Og okkar niðurstöður eru þær að það komi enga vísbendingar fram slíka sniðgöngu. Stjórnsýsluskoðunin. Að lagareglur gilda form ákvarðana við álagningu skatta og þjónustugjalda og ákvarðana hvers kyns útgjöld sveitarfélaga. Sé ákvarðanir ekki teknar í samræmi við lög, kann að leika vafi á heimildum til álagningar skatta og gjalda og ráðstöfunar fjármuna. Og niðurstöðurnar voru þær að það kom ekki fram verulegar athugasemdir við stjórnsýsluskoðunina. En það eru nokkrar svona ábendingar, svona tillögur til úrbóta. Með svona skemmtilegt orð. Rekstratekjur, þær eru í nokkrum flokkum. Það eru skatttekjur sem eru færðar til tekna við álagningu og til skatttekna teljast útsvar, fasteignaskattur, framlög úr jöfnunarsjóði, auk annarra tekna sem hafa ígildi skatta, svo sem lóðarlega. Tekjur af sölu og þjónustu, til dæmis leikskólagjöld, og arðstekjur og hagnaður eða tap á sölu varanlegra rekstrarfjármuna. Og það má sjá nánar hérna sundurliðun rekstrartekna í skýringu 4. Þarna förum við aðeins yfir hvernig við endurskoðum þetta og það fór meðal annars í greiningaraðgerðir, staðfestingar við undirliggjandi gögn, yfirferð með stjórnendum og helstu frávikum frá fjárhagsáætlun og samanburði fyrir ár. Og okkar niðurstöður eru án athugasemda. Laun og launatengd gjöld. Þau námu 835 milljónum vegna ársins 2020 eða 66% af heildartekjum sveitarfélagsins. Þannig að þetta er langstærsti einstaki kostnaðarliðurinn hjá sveitarfélaginu, þessu eins og öðrum. Endurskoðunin fór meðal annars í sér framkvæmd greiningaraðgerða, yfirferð og prófanir og eftirlitsaðgerðum tengdum launaferli, auk staðfestingar á samkvæmni gjaldfærslu fjárhagsbókhalds og útreiknings launakerfis. Okkar niðurstöður eru án athugasemda. Rekstrarkostnaður. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirri stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast. Og nam annar rekstrarkostnaður 500 milljónir króna á árinu 2020 en 39% af heildartekjum. Það er svona sambærileg endurskoðunaraðgerð, þetta eru greiningar og samanburði við gögn og niðurstöður eru án athugasemda líka þarna. Varanlegir rekstrarfjármunir. Eru færðir til eignar á kostnaðarverði frádregnum afskriftum og undanskildum lóðum og lendum. Og þarna tilgreinum við líka hvernig við fórum yfir þetta og niðurstöður eru einnig án athugasemda. Stofnhlutir eignarhlutir í félögum. Þarna kemur fram að stærsti einstaki eignarhluturinn er í lánasjóði sveitarfélaga og er hann bókaður á 38 milljónir króna. Fyrirframgreiðsla til brúar, þetta er bara orðið fasti. Þetta er rauninni bara mál sem var afgreitt þarna 2018 og gjaldfærslan alltaf svo sama, það var bara fært línulega. Ónefndar tekjur og aðrar skammtímakröfur. Þær eru færðar niður til þess að mæta almennri áhættu. Annars vegar erum að ræða niðurfærslu vegna krafna sem hafa sérstaklega verið metnar í tapshættu og hins vegar niðurfærslu til að mæta almennri áhættu. Þetta er svona gert til þess að vera ekki að oftelja eignir. Þá er þetta fært niður að hluta. Og er niðurfærslan dregin frá viðkomandi liðum í efnahagsreikningi. Í árslok nemur niðurfærsla annarra krafna 2 milljónum og óinnheimtra skatttekna 87 milljónum. Lífeyrisskuldbindingin. Lífeyrisskuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins fær sem skuldbinding í efnahagsreikning á grundvelli tryggingafræðilegar úttektar í árslok 2020. Og við endurskoðum lífeyrisskuldbindingu með því að meta hæfi tryggingastarfræðingsins og fara yfir hans útreikninga og gögn.
Skuldir við lánastofnanir. Það nær eingöngu við lánasjóðinn, það eitt lítið lán ennþá við Íslandsbanka sem stutt eftir af og við förum endurskoðun okkar felur meðal annars í sér að afla staðfestingar frá fjármálastofnunum stöðu skulda og bera saman og niðurstöður eru án athugasemda, þannig að þær eru rétt tilgreindar. Leiguskuldir. Þetta leiguskuldir vegna samninga við búmenn og við fórum yfir forsendur í útreikningi leiguskulda og bárum saman við leigusamninga og fórum yfir framsetningu og það var engin breyting á nálguninni frá fyrra ári. Niðurstöður eru að þetta er án athugasemda. Aðrar áherslur, greiðsluhæfi, sem endurskoðendur ber okkur að kanna hvort að sveitarfélagið sé greiðsluhæft næstu 12 mánuði. Og á árinu 2020 var afkoma sveitarfélagsins neikvæð 174 milljónir króna. Veltufjárhlutfall í árslok var 0,76 og veltufjár frá rekstri var neikvætt 92 milljónir á árinu. Upphaflega áætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2021 gerir ráð fyrir að rekstrarafkoma þess verði neikvæð 177 milljónir og veltufjár frá rekstri verði neikvætt 72 milljónir. Við slíkar aðstæður kann að leika vafi á greiðsluhæfi sveitarfélagsins. Við erum ekki að staðha neitt en þetta gefur vísbendingar um það. Til þess að skoða þetta betur þá förum við yfir áætlanir og stjórnendur hafa lagt fram uppfærð áætlun hvernig rekstrar og greiðsluhalli sveitarfélagsins hvernig eigi að fjármagna greiðsluhalla sveitarfélagsins á árinu 2021. Sveitarfélögin nú þegar tekið 200 milljóna króna lán til fjármögnunar framkvæmda sem og rekstrarhalla. Og við höfum yfirfarið áætlun stjórnenda og erum sammála stjórnendum að sveitarfélagið sé greiðslu- og rekstrarhæft. Og svona ítarefni. Þetta eru upplýsingar sem okkur skylt að veita bæjarstjórn. Og það er einn punktur hérna rauður ennþá, eins og sem hitt bara hefðbundir og við erum ekkert svona að flagga neinu en varðandi áritun okkar að við erum ekki búin að gera upp fyrir okkur hvort það verði ábending varðandi greiðsluhæfi eða ekki en við bara erum ennþá að endurskoðun ekki lokið. En líka við seinni umræðu. Það er svona ástæðan fyrir að þetta er rautt. Það er ekki verið að flagga neinu öðru. Heldur að þetta sé bara óafgreitt. Óhæði, okkur ber að staðfesta að við séum óháð sveitarfélaginu. Og hérna fyrirvari á tilgangi og notkun skýrslunar og takmarkanir á dreifingarnar. Viðauka. Lykiltölur og fjárhagsáætlanir og eins og við höfum oft sagt að þá eru fjárhagsáætlanir mikilvægasta stjórntæki sveitarfélaga og samkvæmt sveitarstjórnarlögum tekur áætlunargerðin til næstu 4 ára og birtist þannig stefna stjórnenda til lengri tíma í fjárhagsáætlunum. Og sveitarfélagið vor hefur afgreitt fjárhagsáætlun til ársins 2024 eins og sveitarstjórnarlög mæla fyrir Og óhjákvæmilegt getur verið að gera viðauka við fjárhagsáætlun innan ársins, en gæta þarf þess að ef slíkir viðaukar eru samþykktir að bókanir vegna þeirra séu skýrar og framkomi hvernig mæta í auknum útgjöldum eða öðrum breytingum varða fjárhag sveitarfélagsins. Og svo viljum við vekja athygli á áhrifum COVID-19 á sveitarfélagi sem fjallað er í skýringu 20 með ársreikningi. En í henni kemur fram að það er mat stjórnenda sveitarfélagsins að greiðsluhæfi sé ekki skert og að sveitarfélagið hafi nægan aðgang að lánsfé. Það voru komin í tölur, eitthvað svo skemmtilegt. Hérna fyrir neðan má sjá þróun rekstrar og veltufjár frá rekstri til ársins 2024 í samanburði við fjárþörf vegna greiðslubyrða lána og fjárfestinga sem samþykktar hafa verið og eru fjárhæðir birtar í 1000 króna. Þá sjáum við þannig fyrsta dálkur, þá er ársreikningur 2019. Næsti dálkur er ársreikningur 2020 ásækið. Og þá er þá rekstrarniðurstaða, veltufé frá rekstri og fjárþörf vegna afborgunar lánum. Þannig að greiðslu afgangur 2019 var 12,8 milljónir en fjárþörfin er tæpar 150 milljónir 2020. Áætlun 21, eins og næsta dálki þar á eftir, þá sjáum við að það er enn fjárþörf og eins 22 og 23
en svo 24 þá er gert ráð fyrir að reksturinn skili afgangi. Það er rauninni að rekstrarniðurstaða og veltufé frá rekstri sé umfram greiðslur og afborganir af lánum. Og svo sjáum við uppsöfnun þarna, uppsafnaður greiðsluafgangur samkvæmt áætlununum. Hann sé þá neikvæður 178 milljónir í lok áætlunartímabilsins. Fjárfestingarhreyfingar, það eru áætlaðar fjárfestingar og framkvæmdir. Eru þarna 350 milljónir, 238, 372 og 265 milljónir á þessum árum. Þannig uppsafnaður það 1225 milljónir. Og uppsafnaður greiðsluafgangur eða fjárþörf, það er nú fjárþörf í þessum, er þá í lok, uppsafnaður 1403 milljónir í lok áætlunartímabilsins. Sem ráðgert er að mæta þá með lántöku. Samkvæmt áætlunum. Hérna sýnir, þessi glæra sýnir rekstrarjöfnuðinn á 3 ára tímabili. En samkvæmt sveitarstjórnarlögum ber sveitarstjórn að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig að haga hverju tímabili að sveitarfélagi muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum. Og framangreindri skyldu skulu sveitarstjórnir meðal annars fullnægja með því að heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum. Þannig að þetta ætti í rauninni að vera jákvætt á hverju 3 ára tímabili. En það er auðvitað úttekt að vinna í gangi varðandi úttekt á rekstri og það koma vonandi tillögur sem að hægt verður að byggja á. Þessum reglum tekinu úr sambandinu? Jú, þetta er gildir ekki núna, eftirlitsnefndin gerir ekkert með þetta, en samt er allt í lagi að hafa þetta alltaf á bakvegir. Það er svona frekar það sko, að menn eigi að miða við að reyna að hafa þetta fyrir ofanstrik sko. Framlega hlutfall. Það er eitt af þessum reglum sem er í fjármálareglunum, þessum stærðum sem hort er á. Og er miðað við framlegð sem hlutfall af reglulegum tekjum. Framlegðin er samkvæmt skilgreiningu reglulega tekjur á frádregnu rekstrargjöldum en án afskrifta fjármunatekna og fjármagnsgjalda. Og þarna sjáum við að árinu 22 þá er rauninni fyrir þetta svona stígu upp fyrir núlið hérna í A og B. Þannig að þetta er rauninni sko, ef að sveitarfélög eru skuldsett þá þarf þetta að vera svona í hærri kantinum sko. Sveitarfélög sem er lítið skuldsett þau geta leyft sér að hafa til lægra. Af því þetta er rauninni það sem þarf að koma til afborgunum að lánum fjárfestinga. Skulda hlutfallið, þetta er líka eitt af þessum stærðum sem hort er á. Og sýnir þetta, línurit sýnir þróun skuldahlutfalls fyrir annars vegar A-hluta og hins vegar samantekin A- og B-hluta. Árin 2019 og 2020 eru skuldir miðað við ársreikninga, en 21 og 24 er samkvæmt fjárhagsáætlun. Þannig að það er komið með við á áætlun á tímabilinu, þá fer það upp fyrir 23, en svo aðeins niður og við aftur. Þessar reglur eru ekki í sambandi, eins og fóru að koma fram, þannig að, en gott að hafa bak við eyrað. Það verður svo að það er saman bara aftur. Væntanlega, en skuldahlutfallið er kannski minna hort á heldur en skuldaviðmiðið. Sú regla er í rauninni ríkjandi. Þá er aðeins búið að leika sér með draga frá veltufé og annað. Ja, veltufjármuni segi ég. Og samkvæmt því þá eru þið undir þessum 150% mörkum út áætlunartímabilið. Þannig að það er jákvætt. Það sé ekki bara neikvæð við ykkur þá En auðvitað er það áhyggjuefni að það skuli rísa svona mikið en þetta reksturinn er bara búinn að vera erfiður. Svo er breytingar í vændum. Á árinu 2021 voru eftirfarandi breytingar gerðar á reglugerð 12/2015 bókhald fjárhagsáætlun og ársreikninga sveitarfélaga.
og þær taka gildi fyrir ársreikning 2021. Það átti fyrst að taka gildi fyrir ársreikning 2020 en sem betur fyrr var því bakkað. Og þetta gerir ráð fyrir því að þetta er sérst breyting á reikningshaldslegri meðferð félagaforma með ótakmarka ábyrgð sveitarfélaga, til dæmis byggðarsamlög og önnur svona samstarfsverkefni. Að frá með árinu 2021 þá ber sveitarfélag að færa hlutdeild í einstökum liðum rekstrar og efnahagsreikning viðkomandi eignarhluta inn í sín reikningsskil. Sem þetta taka hlutfallslega tekjurnar og kostnaðinn og eignir og skuldir sem hluta af sínum liðum. Bara í hlutfalli við sína ábyrgð í þessum verkefnum. Og þetta er svokölluð hlutfallsleg samstæða og það er ekki alveg komið á hreint hvernig að útfæra þetta. Og það er bara beðið leiðbeininga. Reikningsskil upplýsingar nefndi með það á sínu borði. Og svo er breytingar á fylgiskjölum sem að þessu tengjast. Ekki má ég byrja að bakka hans á blaðsíðu 26. Þannig að varandi uppsafnaða fjárþörf sem eiga verið orðnar 1403 milljónir 2024. Hvernig færðu þessu tölu út? Þetta er rauninni bara, fjárþörfin er þetta er 149 pluss þessu 350, gera þessu 500. Svo leggur við 234, 237, þá færðu 800. Þess bara alveg þangað til 2024? Já, þetta er rauninni bara uppsafnað öll þessi áætlunar ár. Þetta er ekki bara á árinu 2000? Nei. Þetta er uppsafnað. Já. Við meðum við það ekki vengist hæfisleikur. Jú, hann venkast þarna ekki. Í tekjan 1730, það var svolítið með mér, pluss. Já, það er þetta gert ráð fyrir fólksfjöldum, þetta er verið að byggja, þannig að... En það er samt þetta þarna, 1403. Já, samt sem áður, sko. Sem er mikið. En þetta er verið að gera ráð fyrir talsverðum fjárfestingum. Já. Þá verið að taka inn í fjárfestingum eins og stækkum skóla og svo. Alla fjárfestingar sem hafa verið samþykktar, já, á þessu áætlunartímabili. Hvort sem það er í gatnakerfi, fasteignum eða einhverju öðru, sko. Okay. Það er allt þarna undir. Og til dæmis bara fjárfestingin í Keili núna, það hafi nú ekki verið háfjárhæð núna 21, þá er hún inn í þessu líka, sko. Það er bara allt sem þið eru að fjárfesta í. Hvað kemur við hérna? Ársreikningur. Já. Það er ekki maður, þetta fá að snúa mér hérna þess. Hérna sjáum við í fremstu dálkunum er semst A-hlutinn, er hérna fyrstu 3 dálkarnir og svo er samantekið A og B-hluti hérna seinni 3. Það eru rauntölu 2020, áætlun með viðaukum 2020 og svo ársreikningur 2019. Hérna sjáum við að heildartekjur voru áætlaðar 1271 milljón en urðu 1268. Þetta var gerður viðauki þar sem áætlað framlög frá jöfnunarsjóði voru lækkuð. Samanber þar sem að jöfnunarsjóðurinn gaf út þarna í október og gaf þeir út að tekjur yrðu lægri. Þetta var gert ráð fyrir í upphafi. En framlög jöfnunarsjóðs voru 326 milljónir árið 2019 en eru 296 núna 2020, þannig að það er talsverð lækkun þar. Örlítil hækkun í skatttekjum og aðra tekjur eru nánast það sömu. Það er samt tölvöld meira heldur en það gert ráð fyrir? Út úr jöfnunarsjóði? Já, út úr jöfnunarsjóði, já, af því að þeir lækkuðu í rauninni ykkar áætlun. Af því að þeir gáfu út að þetta myndi lækka svo mikið en svo var þetta aðeins meira þegar upp á staðið. Að þeir voru bara mjög svartsýnir á hvernig í rauninni atvinnulífið myndi þróast. Og það er bara þessi óvissa sem hefur henni einkennt allt árið 2020. En samt er jöfnunarsjóðsframlögin allir sé ekki einhverjum 40 milljónum lægri heldur en fjárhagsáætlun án viðauka.
jú, eitthvað svoleiðis. Þið hafði vantilega verið í sambærilegu tölu og þið fenguð 2019 en rauntölan er alveg 30 milljónum lægri heldur en það var. Þannig þið hafði vantilega gert ráð fyrir sambærilegu tölu 2020. Laun og launatengd gjöld. Þau voru 735 milljónir 2019 en 835 núna 2020. Þetta voru kjarasamningshækkanir hann í lok árs og svo eru veikindi og uppreikningur og orlofsskuldbinding og annað sem er svona að ýta þessu svolítið upp á við. Aukningum eitt stöðugildi. Já, og aukningum eitt stöðugildi sem þetta hefur allt áhrif. Lífeyrisskuldbinding breyting, það er tekjufærsla þar upp á 14 milljónir. Það er nú mjög óvenjulegt. En hluti af ykkar lífeyrisskuldbindingum eru hjá lífeyrissjóðnum Brú sem fyrir lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga. Nei, þetta var eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar sem þessu skuldbindingir en þið berið hlutfallslega ábyrgð á lífeyrisskuldbindingu Brunavarna Suðurnesja. Og það hafði ekki borist uppreikningur frá tryggingastarfsfræðingi sjóðsins núna í 2 ár og við fengum á loksins núna og það var bara umtalsverð lækkun í þeirri skuldbindingu. Kom á orð. Af því að uppreikninga að það hafi ekki komin að tölu frá hana þá hefur þetta bara verið reiknað upp bara sambærilegan hátt og breytingar hafa orðið hjá LSR-sjóðnum. Af því að það voru engar aðra forsendur fyrir hendi. Þannig að 2 ár var það gert en svo kemur núna í ljós að það var greinilega einhverjir fallið frá sem voru á bakvið lífeyrisskuldbindinguna hjá Brunavörnum. Og við minnir hún hafi farið úr 450 milljónum í heildina fyrir alla, ekki bara ykkur, niður í 116 milljónir. Frá 2017 til 2020, þannig að það er ansi mikið. Eru þið kannski frekar farnir að greiða í sjóði, lífeyrissjóði sem er þá ekki skuldbinding? Er það einhver breyting? Já, skuldbindingin hún fellur samt aldrei niður Ef þeir hafa greitt fram að því Já, en breytingin á hópnum, það er það síðan að Já, að nýja starfsmenn séu farnir. Já, ég held að þessu, ég veit ekki hvort hann séu opinn ennþá sjóðurinn. Nei, hann lokaði 97 Já, eftirlaunasjóðurinn. Gömlu Þetta er eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar sem að allir fara að greiða sjóði nú. Já, en það er bara almennt nýja starfsmenn eru allir í þessum réttinda, þessum almennu sjóðum ekki þessum skuldbindingarsjóðum. Annar ekstrakostnaður, hann er tæpa 500 milljónir eins og við fórum yfir í endurskoðunarskýrslunni og var gert ráð fyrir 476 milljónir, þannig að það er framúrkeyrsla þarna. Afskriftir þær eru svona sambærilega við áætlun en fjármagnsliðirnir þeir eru talsvert hærri, gert ráð fyrir 21 milljónir en enda í 54. Bæði það að lántaka var meiri heldur en gert var ráð fyrir en svo er líka meiri verðbólga heldur en lagt var upp með í fjárhagsáætluninni. Verðbólga var Þannig að rekstrarniðurstaða ársins er neikvæð 162 milljónir en var neikvæð 33 árin áður. Þannig gerum við þá svona. Eignir sveitarfélagsins skiptast hérna í fastafjármuni og það eru fasteignir og lóðir, veitur og gatnakerfi og bryggjur. Vinsældabrauðefni hér. Áhaldatæki og svo leigðareignir. Það eru sem sagt leigusamningar sem gerðir hafa verið eru færðir sem eign og skuld í samræmi við reikningsskilareglur. Stofnframlögin, þau eru hérna bara óbreytt frá fyrra ári og langtímakröfur. Þetta er búseturéttur sem þið eigið hjá búmönnum og fæst greiddur við innlausn og fyrirframgreiddur kostnaður, þetta er brú. Fyrirframgreiðslan á því. Ónefndar tekjur, þetta eru bæði skatttekjur og þjónustutekjur. Þar voru 122 milljónir í árslok 2019 en fara niður í 116, þannig að innheimtan er eitthvað að batna. Af því að tekjurnar eru aukast og þetta lækkar, segir okkur innheimtan er aðeins betri. Aðrar skammtímakröfur
voru 12,6 en 15 milljónir núna árslok 2020. Þetta er stórum hluta bara, þetta er fyrirframgreidd laun, það er starfsmönnum á fyrirframgreiddu launum samkvæmt samningum og svo er þetta óhæfinn virðisaukaskattur sem fékkst greiddur bara í ársbyrjun. Og handbært fé var það 31 milljón. Við fórum langt. Getum við gert það svona? Sko. Það ekki trölli, sko. Eigið lífeyrisskuldbindingin. Hún lækkar á milli ára sem er alltaf óvænt. Skuldir við lánastofnanir, þær aukast hérna 200 milljónir. Og leiguskuldirnar, þær eru svona nánast óbreyttar á milli ára, en þær eru verðtryggðar. Þannig að næsta árs afborganir, þær voru áætlaðar 55 milljónir fyrir árið 2020 en eru svo áætlaðar 73 milljónir fyrir 2021, en þetta stafa bara af aukinni lántöku. Aðrar skammtíma skuldir, þetta eru ógreiddir reikningar yfir áramót, bæði vegna kaupa á aðföngum og öðru, skuldir við verktaka og launatengdir liðir og orlofsskuldbindingu og annað slíkt. Sjóðstreymi. Þetta sýnir okkur hérna veltufjár og rekstri er starf sem segir hvað reksturinn er að skila til fjárfestinga og afborgana af lánum. Árið 2019 var reksturinn að skila 54 milljónum tæpum en hann er að taka til sín núna 92 milljónir. Það er búið að taka tillit til rekstratengdra eigna og skulda, krafna áramót, skuldum áramót, eitthvað svona sem er greitt, sem er svona tímamunur í, að þá er reksturinn að taka til sín tæpa 99 milljónir en var að skila 72 árun áður. Því fjárfestu fyrir tæpa 70 milljónir og lántaka var 250, afborganir svona nokkuð stabilar. Var þá aukning í handbæri fé upp á 24 milljónir. Hvað alltaf ég færi næst? Eitthvað, já. Það er svo sem ekki að fara í þessa skýringu, hérna er bara sundurlegin á rekstrartekjunum. Því ég nefndi það í endurskoðunarskýrslunni. Og þá er þetta að sjá hérna framlögin eins og frá jöfnunarsjóði hvernig þau skiptast niður á einstaka flokka. Launin. Að þetta er það sem er inni í launum og launatengdum gjöldum. Að þetta eru laun, áfallin orlofsskuldbinding er hérna inni, þessar efstu. Og svo er þetta bara launatengdu gjöldin eins og lífeyrissjóðsframlög og tryggingagjald. Og brú og svo er annar starfsmannakostnaður sem er svona örlítið hærri. Ársverk, það er einu ársverki meira núna, heldur að vera árun áður og fjöldi stöðugilda í árslok fyrir 77 í 81. Já, fjármagnsliðirnir og svo búin að fara yfir það. Skýring 7, þá er þetta sem sagt rauntölur niður á málaflokkana og í mig samanburði við áætlun með viðaukum og svo ársreikning 2019. Og svo er hérna niður á sjóðina, það er þessi sjóðir sem eru innan samstæðunar. Skýring 8, það eru varanlegir rekstrarfjármunir. Endurmat lóða og lendna, það er neikvætt núna hjá okkur, en þetta byggir á framtíðar lóðaleigutekjum. Matið á lóðum og lendum er vegna lóðaleigusamningar sem þið hafi lóðalegu af og fasteignamati lækkaði núna í ársbyrjun 2021 sem verður til þess að þessi eign lækkar, þessar framtíðar leigutekjur. Endurmat leigueigna, þetta er líka svona sem við höfum ekki séð áður hérna. En það var gerð breyting á leigufjárhæðum. Búbin hafa greinilega náð samningum við endurfjármögnun á sínu lánum sem var til þess að leigan til ykkar lækkaði sem þýðir það að leiguskuldin lækkar og þá leigueignin á móti.
Og hérna sjáum við hérna A og B hluta. Þá eru veiturnar komnar þar inn. Skýring 8b, hún sýnir fjárfestingarnar í samanburði við áætlun með viðaukum. Og þetta svo sem nokkuð hérna, gatnagerðin, hún var lægri heldur en gert var ráð fyrir. Og svo lagning ljósleiðara sem var ekki á áætluninni. En þá eftir að gera það verkefni upp. Gatnagerðartekjur urðu talsvert hærri heldur en gert var ráð fyrir. Og þær eru samkvæmt reglum færðar til lækkunar á kostnað en ekki sem tekjur. Þessum sem þetta er neikvæð stærð hérna. Í B-hlutunum þá sjáum við það verið að fjárfesta í vatnsveitu, annars vegar og fráveitu hins vegar. Hérna sjáum við stofnframlög og eignarhluti í félögum. Og eins og ég sagði áðan, þá þurfið þið að færa sem hluta af ykkar reikningsskilum eignir, tekjur og gjöld og eignir og skuldir þessa félags, síðast mér eingöngu. Þannig að Og væntanlega BS. og BS líka þó að það sé ekki fært því eigi ekki hlutdeild í því sko. Þannig að við, já, það er, Og þá í SSS væntanlega líka. já, þú, eins og sé, þá aftur útfæra þetta, en hérna bara það þarf þá að hérna, þetta þarf vantilega að taka upp á hérna vettvangi SSS að þessum uppgjörðum verði skilað tímanlega, þannig að sveitarfélögin öll geti tekið þetta með sín reikningsskil. Þú talar um hlutdeild en ekki tala um eignarhlut. Nei, þá er verið að gera samstæðu, svona eins og það væri dótturfélag sko. Já. Þannig að, já, það er verið að breyta reglunum á þann veginn sko. Þannig að þið hækkið ykkar tekjur ykkar hlutdeild í tekjum Sorpeyðingarstöðvarinnar. Og skuldir. Já, og skuldir og eignir og kostnað og allt bara. Bara svo það væri dótturfélag sko. Þannig að þetta verður skemmtilegt og krefjandi að koma þessu inn. Þetta er atvinnuskapandi. Þetta er atvinnuskapandi, það er sko alveg hægt að segja það. Langtímakröfur, já, það er búseturétturinn, brú, það er bara óbreytt á milli ára. Og hérna eru skammtímakröfurnar annars vegar og svo niðurfærslan á þeim hérna. Og þetta er semst A og B hluti og svo A hluti. Í fjö. Og það er rekstrarniðurstaða ársins sem lækkar og svo hérna endurmat á lóðum og lendum. Það er semst ekki fært yfir reksturinn, heldur er það fært bara á eigið fé. Semst endurmati á þeim. Lífeyrisskuldbindingin, hún er búin að fara yfir það. Og þá er þetta greiðslur eða svona hvað þau þurfa að borga í afborganir, eða afborganir borga til sem ykkar hlutdeild í lífeyrisgreiðslum næsta ára. Lánin, já, og svo sem búin að fara yfir þau. Og þetta eru að mestu leyti verðtryggð lán. Og þetta er lánið hérna í Íslandsbanka. Sem er óverðtryggt. Og hérna er greiðsluröðin á því. Veðsetningar, það byrja að segja frá þeim, það er hérna leiguskuldir, hvernig breytingin á þeim greinist. Og það kemur endurmatið hérna þar sem að lækkar á leiguskuldina. Og hérna er áætlaðar afborganir eða greiðslur. Af skuldinni, sá hluti greiðsluna sem fyrir til lækkunar úr skuldinni. Og þetta eru rýmin sem er að ræða. Og heildar greiðslur voru 13 milljónir á árinu. Fyrir utan rekstrarkostnað. Mennta, menningar og aðverksmannasjóður, hérna er skýring þann sjóð. Og þá sjáum við að eign sjóðsins per se er 32,2 milljónir og hann er bara vistaður hjá sveitarfélaginu á sérstökum bankareikningi, eða bankareikningum, það eru 2 bankareikningar hérna. Og svo er henni á sjóðurinn kröfu á sveitarfélagið upp á 30 milljónir og hann lækkar álitið þannig á milli ára. Sem er svo krafa. Þetta er ábyrgðar af því að sveitarfélagið er bara greitt tilbaka inn á bankareikningin.
inn á þessa bankareikninga sem að eru eyrnamerktir sjóðnum. Við notum þetta að byrja vexti sko Já, þeir eru reiknaðir hérna. inn í þetta. Já. Þetta er nú ekki merkilega í vexti. Nei, en það eru vexti bara mjög ómerkilegir í dag. Nei, ég er að segja. Ég tók bara vexti, þegar ég reiknaði þetta upp, hver væri vextur á kröfuna og ég held að hafi verið 0,5% vextur á þessum bankareikningu sem að peningasjóðsins eru inn á. Og svo þetta fjármagnstekjuskattur 22%. Þannig að þetta er ekkert spennandi að eiga pening í dag. Það er skemmtilega með eða ekki. Já. Það er svona. Ábyrgðar skuldbindingar utan efnahagsreiknings. Þetta er sem sagt, við svo sem vitum ekki, eins og með heilbrigðiseftirliti. Það hlýtur að þurfa að koma inn í þetta líka. Og brunavarnirnar. Og nú er SSS bara regljóðsamtök. Ætti það að koma inn líka. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað kemur frá nefndinni, reikningsskilanefndinni. Mikið tap á heilbrigðiseftirlitinu sem að SSS er að borga. Já, akkurat. Og þar með við, Og þar með þið. óbeint. Já, ykkar hlutdeild í þessu er einhver, sko. 6%. Svo sem rokkandi að það alltaf með að við, ekki alltaf íbúafjöldi 1. desember, og svo leys, ég held að það hefur verið. 6%. Ok. Cirka. Það var 4,6% í sko Kölku. Já. Ok. Já, það er þetta, ef það er meiri íbúafjölgun í Reykjanesbæ, Já, ok. til dæmis, heldur hjá ykkur, þá þetta minnkar ykkar hlutil. Það er bara þannig. Þannig að þetta er svona. Þannig að þetta er svona, en þetta er þetta skuldbinding, en ekki skuld. Já, skýring 21 er hérna þá varandi COVID-heimsfaraldurinn og áhrif hans í rauninni á reksturinn. Og við segjum hérna að ljóst er áhrif á faraldursins mun gæta áfram á árinu, en það er hins vegar mat stjórnenda sveitarfélagsins að greiðsluhæð þessi ekki skert, en sveitarfélagið tók nýtt langtímalán í ársbyrjun 2021 til að tryggja nægt fé til rekstrar næstu mánuði. Svo er hérna önnur mál, þá er hérna Grænuborgarsvæðið. Þetta er alveg sama skýring og var í fyrra og á ennþá við. Þetta er auðvitað skuldbinding sem að sveitarfélagið hefur tekið á sig að byggja áfenguleik og grunnskóla. Þannig að í samræmi við uppbyggingu hverfisins eftir því sem þörf krefur. Þannig að það sem sveitarfélagið hefur skuldbindið sig að gera, en auðvitað fær í rauninni afhent til eignar hluta landsins sem hverju sinni sem fer undir götur, leikvelli, opin svæði og óbyggð svæði. Þannig að svo er hérna sagt aðeins frá hérna kröfu Landsness og að ekki séu talda líkur á niðurstaða málsins hafi veruleg fjárhagsleg áhrif á sveitarfélagið. Og hérna eru bara þessar lykiltölur. Já, þannig að það er svo sem ekkert sérstætt. Við erum svo sem vorum búin að fara yfir skuldaviðmið og skuldahlutfallið. Og það allt. Og hérna eru alls konar önnur hlutfall. Þetta er A-hlutin. Og hérna líka lykiltölur fyrir A-hluta. Þessi liðir í 1000 króna á íbúa. Þannig að það ætla að sjá hérna hvernig skattekjur breytast á hvernig íbúa á milli ára. Og 5 ára yfirleitt. Hérna er A og B-hlutin. Það er svona sömu stærðir. Og hérna. Og þetta er þá málaflokkar, hvernig þeir eru að breytast í hlutfalli við hérna skattekjur á þessum 3 árum. Hvað er að taka til sín og þá sjáum við þetta fræðslumálin eru stærsti einstaki málaflokkurinn, það er eins og þið vitið. Já, það má líka sjá þannig annað athyglisvert að félagsþjónustan á 3 árum hefur út og tæpum 10% í 14%. Já, Það býtur. það hefur talsverð áhrif. Gerir það.
Hún hefur, sko, kostnaðurinn hefur farið úr 110 milljónum í 160. Það eru bara 50 milljónir sem Það er rétt við þér. þetta er svolítið stór biti fyrir svona lítið sveitarfélag. En þetta er lögbundið þjónusta og er ætlað að mæta með framlögum frá jöfnunarsjóði. En þau þetta eru ekki hérna inni, þau þetta koma inn í skatttekjurnar, framlögum frá jöfnunarsjóði. Já, en svo gerist það í jöfnunarsjóðinu eitthvað niður og hengt fyrir upp. Já, svo er alls konar leikreglur þar, sko. Æðislegt, sko. Þessi síða sýnir breytinguna á fjárhagsáætlunum frá upprunalegri áætlun. Já, því vorum að ræða það áðan. Og var gert ráð fyrir 329 milljónum tæpum í framlögum frá jöfnunarsjóði. En það er áætlunin með viðaukum gerir ráð fyrir að það myndi lækka. Viðaukarnir gerir ráð fyrir að það myndi lækka úr 66. Þannig að uppalega fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða yrði jákvæðan 37,7 milljónir. En áætlun með viðaukum hún yrði neikvæðan 55,5. Svo er sjóðstreymi hérna líka. Það var komin að síðast síðan. Og þá sjáum við hérna veltufé frá rekstri. Og þá er gert ráð fyrir það yrði 119 milljónir. Sem sagt uppalega og fjárfestingar eru 55 og engin lántaka og þetta yrði bara gott ár. En svo kom COVID og fleira. Og það var samþykkt að taka að láni 250 milljónir og bæta þessi fjárfestinguna. Já. Einhverjar spurningar? Fer eitthvað yfir þetta? Nei, ekkert sérstaklega, ekki nema að sé eitthvað sérstakt sem sko, að... eitt sem ég það var bara að velta fyrir mér, mismununum hérna, svona þetta gengur ekki alveg upp í mínum huga, sko. Já, fyrstu nýju hérna útgáfuna á sundurlaunabókinni. Ég veit það ekki, ég fekk einhverja. Áskil, sendur nýju útgáfuna? Nýja er inn á gáttinni. Já, ég var að skoða þetta í gær, sko, þannig að þetta er 262. Þetta er ekki... 188 þarna. Já, hérna lífeyrisskuldbindingin er þá gamla... Já. Þetta er greiðlega gamla útgáfan. Já. Þetta er með að setja sem þú sendur mér. Nei. 188, sko. Já, ég skildi ekki munna á 177 og 188, sko, til dæmis. Já. Það vantar í það. Já, það vantar í... Það var það sem ég... Já, þannig að... Þetta kom ekki alveg gegn... Nei, akkurat, en það er þetta eldri útgáfan. Það kom hérna, ég var að vinna betur í gögnunum, þessi endurskoðun er ekki lokið. Nei. Og þá tók ég eftir að hérna lífeyrisskuldbindingin lækkaði meira heldur en gerur ráð fyrir þarna, þegar þetta var lagt fyrir bæjarráð. Þannig að, já. Þetta á að stemmi kross. Þú ert að vona að gera þetta. Já, á að gera það, en það gerði það ekki þess Nei, ekki að það var ekki svolítið hérna Eðlilega hreint. spurningar af hverju. Já, akkurat. Það kemur í útgáfan. Ekki með líka. Það erum við að gera spyrja Lilju ef við erum með spurningar til hennar núna. En það er ekki. Þetta er ein spurning sem ég hafði, sko, af því að þú varst með hérna launahlutfall af tekjum og fleira en eitthvað sem var nú athyglisvert og það er náttúrulega hækkaði hérna 56 í 60. Ég hafði ekki tíma til að skoða þetta annar stað, þú veit að þetta skoða einhverja fleiri. Hvernig er þessi staða miðað við annar stað? Af því að þetta hækkaði náttúrulega gífurlega milli ára og þá náttúrulega launahlutfalli líka. Já. Hver er staðan til dæmis annar staðar? Svona með sem launahlutfalli. Á þessu launahlutfalli? Já. Þetta hefur verið óvinni hátt hjá ykkur, sko. Sem hlutfall af hérna rekstrartekjum. En ég svo sem hef ekki spáð í þessu, ekki breytingunni fyrir sig, en þetta hafa verið launahækkanir, eða hækkanir á launakostnaði hjá sveitarfélögunum. Bæði almennu launum og áföllin ólofi. Þannig að þetta er að hækka, en ég hef svo sem ekki tekið saman frekar en þú. En það ætti sko að spila þess tilbaka því þú ættir að fá meira útsvar en líka. Maður hefði haldið það, já, að það ætti að koma þannig, sko. Já, það er það sem ég var að hugsa, sko. Þess vegna er þetta svona óvinnu mikið uppá við, miðað við það. Já.
Það er bara þetta sem ég var að velta fyrir mér þessari hugleiðingum mínum um þessa tölur hérna. Já, nákvæmlega. Það er atvinnuleysi í okkur en á landsmeðaltali. Já, en vísu ekki með að við hérna lesið. Það er herra annars stöð. Jæja, en hvað? Og þá svarið spurningunni, Já, takk. Það var ekki fleira sem að þið viljið spyrja Lilju. Þá þökkum við Lilju fyrir og ég ætla að gefa orðið laust við fyrri umræðu ársreiknings 2020. Eitthvað sem vill taka til máls? Nú, svo er ekki. Þá ætla ég að fá heimild fundarinn til þess að vísa þessu til seinni umræðu sem að verður á bæjarfundarfundi. Nú man ég ekki alveg hvaða dagsetningu það er. 27. maí. Þeir sem samþykkja það vinstra skrifmerki og það er samþykkt samhljóða. Ég vísa þá seinni umræðu ársreiknings 2020 til þess fundar og segi fundi slitið.